Já, sæl aftur. Það hefur ekki farið fram hjá neinum að það margt að gerast í pólitíkinu og í dag var ýmislegt að gerast en fáir vilja tjá sig. Samfylkingin hélt þingflokksfund áðan og Ingibjörg Sólrún kom í fréttunum hjá okkur en hún myndi ekki meina að þau hefðu mikið verið að ræða Davíð Oddsson. Þau eru sest hérna hjá mér Karl T.H. Birgisson og Guðfríður Lilja Grétarsdóttir. Hvernig lesið þið í þennan þingflokksfund Samfylkingarinnar og er hægt að lesa það einhvern veginn öðruvísi en svo að þarna hafi aðalega verið að ræða Davíð Oddsson? Ég hefði nú ekki bara verið að ræða Davíð því að það fleiri sem þarf að ræða þessa dagana en ég hugsa að undirliggjandi umræðuefni hafi verið nauðsyn þess að ríkisstjórn, Seðlabanki og allir þeir aðrir sem að taka þátt í hinni daglegu efnahagsstjórn í landinu að þeir séu samstiga og að milli þeirra ríki traust og það er okkur bráðnauðsynlegt næstu vikurnar í því ástandi sem við erum að fara í gegnum og ég hygg að þingflokkur Samfylkingarinnar hafi talið nokkra nauðsyn að ræða það mál, hvort að traust væri fyrir hendi og hvernig ætti að taka á því. Og ræðan í morgun gaf nú aldrei tilefni til þess. Akkurat. Hvernig lest þú í það, Guðfríður? Já, ég held nú að þingflokkur Samfylkingarinnar ætti bara að segja fólki hreinskilnislega frá því hvað þau voru að ræða í raun og veru. Og það er náttúrulega það sem við vanta hér upp á allar síðustu vikur og rauninni mánuði að stjórnvöld segja okkur hreinskilnislega frá því sem er að gerast og það sem er að fara fram á bak við luktar dyr. Það er augljóst að þessi ræða Davíðs í morgun vakti úlfúð. Já, ég meina hvað liggur fyrir, stjórnvöld öll, ríkisstjórnin þar á meðal, svo sannarlega, það er allir að keppast við að firra sig ábyrgð. Og nú er tíminn til að bæði Seðlabankinn, fjármálaeftirlit og ekki síst ríkisstjórnin axli ábyrgð. Það tala hér traust á milli stofnana, milli fjármálaeftirlit og Seðlabank og ríkisstjórnar. En hvað með traust fólksins á þeim sem stjórna, á stjórnvöldum? Og það er það sem þarf að gerast núna að endurskapa traust og umboð þjóðarinnar og það gerist bara með einum hætti, það er að leggja fram lýðræðisleg tæki, kosningar þar á meðal að skipuleggja þær og festa þær því að þetta er bara að versna með hverjum deginum og hverju vikunum sem líður og stjórnvöld eru ekki stjórntæk því miður, þeir eru búin að sanna það svo rækilega. Karl, leiðréttu mig ef ég hef rangt fyrir mér en eins og ég lesi þetta þá eru stjórnvöld búin að gera mjög margt en þeir eru ekki búin að gera mjög margt til þess að slá á reiði almennings og þangað til að það verður skipt út einhverjum í ráðherraliðinu, fjármálaeftirlitinu eða Seðlabankanum, þá verður bara reiði hjá fólki. Já, það kann að vera. Ég verð að játa á mig. Ég skil ekki alltaf hverju er verið að mótmæla þegar verið að mótmæla. Það er verið að mótmæla ástandi. Svo komum kröfur afsagnir hjá einhverjum embættismönnum. Ég held að það hjálpi ekkert til að breyta einhverju í stöðinu þótt við förum að stilla einhverjum ráðherrum upp við vegg og skjóta það, En það kann að vera, en mér er illa við, ég vil láta menn sæta ábyrgð og axla ábyrgð, en ekki fyrir en búið að sýna fram á að þeir hafa annarkvort gert eitthvað rangt eða sýnt að sér vítaverða af vanrækslu. Og það er bara í einu tilviki mér vitanlega sem búið að sýna fram á það að stofnun hafi gert það og það er í tilviki Seðlabanka Íslands og ræðan í morgun var bara einn naglinn í þá kistu. Davíð bauð nú upp á rannsókn og sagði rannsakið endilega, komið með erlenda sérfræðinga og rannsakið. Þessi ríkisstjórn hefur ekki einu sinni geta gengið frá því að hér verði velt yfir hverjum steini svo margbúið er að tala Það gerist ekki neitt í því. Þessi ríkisstjórn getur ekki einu sinni drattast til að afnema eftirlaunalögin, hvað það meira. En er hún ekki í kapphlaupi tímann við dagbundin mál? Dagbundin mál. Það er hægt að afgreiða eftirlaunalögin á 5 mínútum, bara svona sem smá yfirlýsingu að það sé verið að koma á eitthvað í átt að jöfnu í landinu, að embættismenn og æðstu ráðherrar og embættismenn sitja ekki hér við sérréttindi áfram. Og ekki síst með alla þær sektir sem þau bera á bakinu. En þetta er svo sem auðvitað bara 5 mínútna mál sem þau gætu að hafa afgreitt fyrir 1,5 ári síðan. Það sem er hins vegar alvarlegra, miklu alvarlegra, er að þau virðast en vera að stefna í kolranga átt. Ég er með verulegar áhyggjur af því hvað þau ætla að gera við þetta stóra IMF-lán, þessi stóru lán sem þau ætla núna að fara að taka. Treystu við því fólki fyrir öllum þessum milljörðum bandaríkjadollara sem við erum að fara að taka, það sem ég er virkilega hrædd sem reynslan hefur sýnt víða heim, að þessar leiðir IMF og sem ríkisstjórnin ætla núna að kokkleypa,
það sem getur gerst og veruleg hætta á að gerist að þessir milljarðar sturtist niður til að halda gengi krónunnar í einhverju sýndarjafnvægi hrís og fellur krónan og við sitjum uppi eftir með enn stærri skuldir en áður og þetta eins og svo margt annað búið að vera í pukri og rugli og reykfylltum bakherbergjum. Hvað viljið þið gera í Vinstri grænum ég heyrði nú í formannunum ykkar í Kastljósinu í gær. Hvað viljið þið gera? Viljið þið segjum okkur úr alþjóðasamfélaginu það er ljóst að EES-samningurinn væri í uppnámi, meira segja að Rússar myndi ekki styðja okkur ef við myndum ekki leysa þessa Icesave-deil? Það er enginn að tala að segja okkur úr alþjóðasamfélaginu. Það sem ég myndi gera strax á morgun að lækka vexti. Lækka vexti. Vegna þess að atvinnulífið í landinu og heimilin í landinu verða að geta ráðið fram úr sínum vanda. Það gera þið ekki með því að þessari IMF-leið og ríkisstjórnarleið með því að halda vöxtum svona háum. Ertu ekki sammála þessu? Nei, ég ekki sammála þessu, því að ég hef að þetta sé eina færa leiðin til að koma hér á aftur á gjaldeyrisviðskiptum. Stóra kreppan sem við höfum við að stríða núna er ekki endilega bankakreppa, hún er gjaldeyriskreppa. Það er ekki eðlileg viðskipti með krónuna, það veit ekki hvað krónan kostar. Og þetta er eina leiðin til að koma hér aftur á gjaldeyrisviðskiptum. Þannig að atvinnulífið og heimilin hafi þá eitthvað í hendur einhverja slerfi sem hægt þá að byggja á. En ég er sammála hitt. Hér eru að minnsta kosti þrennt ef ekki fennt sem þarf að gerast á næstu vikum. Fyrir utan þetta. Það þarf að afnema þessi eftirlaunalög. Því haldið fram að þau brjóti gegn eignarrétti manna. Ég á því að það ég láta það reyna, afnema þau og láta síðan fyrsta smámenni fara í mál sem vil sækja það mál. En hvað segið þið mér Í öðru lagi þarf að eftir að Sjálfstæðisflokkurinn og Framsóknarflokkurinn hafa tekið upp á stefnu að hér verði gengið til aðildarviðræðna við ESB, þá þarf að boða til kosningar til að stjórnmálaflokkarnir geti sótt sér umboð til fólks í landinu til að fara í þann leiðangur. En hvað segið þið mér möguleikann á að frysta verðtrygginguna? Af því að nú sagði Ingibjörg Sólrún ef ég man rétt á blaðamannafundinum að það myndi ekki skila neina því íbúðalánasjóður eru svo skuldugur. En er ekki miklu betra að skuldsetja ríkissjóð heldur en að skuldsetja heimilin? Já, þetta er alltaf svo peningarnir. En er ekki samt miklu betra að búa í skuldsettu landi heldur en að búa í landi með mjög mörg skuldsett heimili? Eftir hvern á það er litið. Einhvers staðar verður íbúðalánasjóður að fá sína peninga og hann fær þá ekki nema hjá einum sem eru skattgreiðendur. Og það er bara spurningur reikningsdæmi hvort er betra að við tökum á okkur skellin seinna, núna og með hvað heitt það er gert og hvernig það dreifist. Ögmundur Jónasson var að leggja fram þingmál frá Alþingi ásamt öðrum þingmönnum Vinstri grænna sem að segja til að með ekki vera hærri vextir af verðtryggðum lánum heldur en 2%. Það er skref í stóra og góða átt hvað þetta varðar. Það er skref inn í sovjískt hagkerfi að fara að lögfesta vexti. Málið er það. Hvernig léttum við greiðslubyrði af fólki og heimilum og fyrirtækjum? Það er algjört úrslitaatriði núna vegna þess að ef þetta keyrir allt í gjaldþrot, þá fyrst eru við í svakalegri kreppu. Býttu við. Það sem hefur sannað sig víða heim er að þessi leið IMF og ríkisstjórnar núna getur haft hrikalegar afleiðingar. Það er staðreynd og það þarf að ræða. Verðtryggingin. Þessi einsemdarspár Hefur verið leitað til ykkar í Vinstri grænna, hafi verið þreifað á okkur stjórnarsamstarf því og Gísla Ömmers í síðustu viku? Já, það er náttúrulega bara það er svo margt óljóst í stöðunni. Það eru allskyns skeftasjór í gangi og allskyns... Hafið þið fengið meldingar frá Samfylkingunni til dæmis? Já, ég veit ekki hvort að segja höfum fengið meldingar, en fólk er bara að spyrja hvert stefnir. Ég held að allir séu að tala við alla, en það sem okkar stefna er mjög skýr. Það verður að boða til kosninga. Við förum ekki í ríkisstjórnum að verða boðað til kosninga til þess að fólk fá að endurnýja umboð til stjórnmálamanna og þeirra stefnu sem það vil taka. Mér er sagt í Eyrðamér að ég sé komin á svartan lista hjá Stöð 2 því ég er komin svo langt fram með þetta tíman. Ég þakka ykkur fyrir komin að fæða þetta.